Velkomin í jólaþátt að vestan. Við ætlum að ferðast allt Vesturland í kvöld og fá að heyra fagra hljóma, mikið af tónlist og bara koma okkur í algjört jólaskap. Talandi jólaskap, ég í Garðalundi á Akranesi, það skógræktin. Hér verkefni í gangi sem heitir Jólagleði í Garðalundi. Mikið af fallegum ljósum og gleði og gaman. Og talandi gaman, þá ætla ég að skipta yfir í Grundarfjörð, þar sem Silvía og Eva ætla að taka fyrir okkur lagið. Fögur blika ljósin á grænum greinum, glæsilegir pakkar sem við í leinum. Læddumst til að skreyta svo lítið bær á. Ekki mátti vita, ekki mátti sjá. Svona var það heima við sögum bæði. Svona vil ég hafa í ró og næði. Við fundum okkar jól og útkoman að þetta komið frá þér og þetta kannski frá mér. Þú og ég og jól inn í fyrsta sinn og orðin svona stór en í hjarta mér þinn. Hvar stelpa lítil fyrstu jólin við aldrei gleymum, eins og dýran fjars og þær myndir geymum. Við tvö og allt nýtt og annað en var í okkar heimi, orðin svona stór. Þú og ég og jól inn í fyrsta sinn. Orðin svona stór, þó í hjarta mér finn. Hvað stelpa lítileg sem langar heim til sín. En hér við og jólin okkar. Þú og ég og jól inn í fyrsta sinn. Orðin svona stór, þó í hjarta mér finn. Hvað stelpa Tíundi var gluggagær, grályndur mann sem laumaðist á skjáinn og leit inn hann. Ef eitthvað var þar inni,
álitlegt að sjá, hann oftast nær seinna í það reynda ná. Ég sit hérna hjá vinum mínum, Jóhannesi úr Kötlum. Hann ólst upp í Ljárskógarseli, hér í Dalabyggð og hvort sem við gerum okkur grein fyrir því ekki, hann rosalega stór hluti af undirbúningi og svona upplifun jólana okkar held ég allstaðar á Íslandi. Hann á mikið af ljóðum og því tengjast alls konar hefðir og meðal annars þá komin sýning upp í Garðalundi á Akranesi sem með ljóðunum hans Jóhannesar, ekki bara á íslensku og ekki bara á ensku, heldur líka á pólsku. Já, Jóhannes úr Kötlum hefur verið magnaður maður. Það liggur mikið efni eftir hann og mikið af jólaefni, ef svo má segja. Nú ég hérna í Garðalundi á Akranesi, skógræktinni, og þar sýningin Jólagleði í Garðalundi sem meðal annars stendur, í jólagleðinni sem sagt ljóð Jóhannesar úr Kötlum. Þetta þannig núna, þetta svo COVID-væn útgáfa af jólagleðinni, af því að þá þetta sett í hendurnar á gestunum að búa til sitt eigið ævintýri með svona spjöldum og stöðvum þar sem að fólk getur skannað inn kóða. Ég get nú bara sýnt ykkur þetta. Hér kóðar á íslensku, ensku og núna pólsku, þannig að það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi. Það hægt að koma, sjáðu, ég bara kveikja myndavélinni, tek hérna mynd hérna til dæmis að þessum hérna kóða, sungið kvæði og þá kemur bara Björk hérna, Björk okkur og syngur fyrir okkur kvæðið jólakvætti sem kvæði eftir Jóhannes úr Kötlum. Svo sögumaður sem fylgir okkur í gegn, þetta 7 stöðvar hérna, víðsvegar skóginn. Það líka ljósin hans Gutta, ljósin hans Guðbjartar Hannessonar sem var skólastjóri hérna á Akranesi, sem og ráðherra. Og þau lýsa hérna á milli skóginn og skógræktin bara svona orðið algjört ævintýrasvæði, en þetta svolítið í ykkar höndum, gestana, að koma og gera ykkar eigið ævintýri fyrir ykkur og ykkar afkomendur ef við tekið þá með. Taka jafnvel með piparkökur, heitt kakó og gera þetta svolítið grand. En við skulum halda áfram, hann hlusta á hana Björk hérna. Því kannist við jólaköttinn, sá köttur var gríðarstór. Fólk vissi ekki hvaðan hann kom, eða hvert hann fór. Hún gætti glitnirnar sínar, hljómandi báðar tvær. Það var ekki heiglum henn, það horfa í þær. Kapparnir beittir sem broddar, úr bakinu grípa há. Kæru vinir, nú eins gott að fara varlega. Hér sjáið þið pottinn hennar Grýlu og ég ætla ekki að segja ykkur hvað hún sauð í honum í gamla daga. Það svo hræðilegt. Ef þið viljið vita það, þá hægt að hlusta á Grýlukvæðið hans Jóhannesar úr Kötlum með því að skanna kóða 8. PS, þið nógu hugrökk til að fara ofan í pottinn? Nú illa fyrir mér komið, ég komin hérna í Grýlupottin, upp á sí. En engar áhyggjur, þátturinn heldur áfram og við ætlum að skipta beint yfir í Hofsstaðaskóg á Snæfellsnesi. Sunnanverðu Snæfellsnesi, það mikið fjör í gangi núna. Jæja, við erum komin hérna upp í Hofsstaðaskóg í Eyja- og Miklaholtshreppi. Hér skólasamfélagið á sunnanverðu Snæfellsnesi að halda rökkurró í samvinnu við Sagnaseið Snæfellsnes. Hér koma fjölskyldur leita jólasveini sem þeir augljóslega fundu núna og skreita tré, fá sér pínu svona, hvað ég segja, svona piknik saman og eiga góða stund í skóginum. Rósa, þú átt eitthvað heiður af því að hafa gróðursett þessum trjám hérna fyrir aftan okkur. Já, þegar ég var krakki þá var aðeins farið á vegum kvenfélags og fleiri að gróðursetja eitthvað af þessum plöntum og þetta nú alveg svo minningar en ég man eftir að hafa gert þetta. Þá bara sem pínulítil stelpa? Já, eiginlega. Örugglega innan við 10 ára eitthvað svoleiðis. Og nú komin upp þessi fínu tré og þessi skógur nýttur á samfélaginu meðal annars í Rökkurró sem eiga sér stað þetta núna. Segðu okkur aðeins frá Rökkurró. Já, ég hef svo sem ekki mikið komið á Rökkurró, það Sagnaseiður á Snæfellsnesi sem hefur mest séð það og það hefur bara verið haldið svona helgar í einhverja helgi í desember, einhvern daginn
En núna ákváðum við, vegna þess að það eru náttúrulega margir fjarverandi helgar í skólasamfélaginu, að nýta þetta bara sem skólasamkomu og taka þetta svolítið inn á skólatíman og báðir skólarnir, Lísudeildin og Laugagerðisskóli eru mætt hér til að skemmta okkur saman. En heiðurinn af þessu öllu saman á Ragnhildur Sigurðardóttur á Álftavatni og sögufylgjur á Snæfellsnesi. Heyrðu, býttu, hvað voruð þið að gera núna áðan? Dansa. Þið voruð að dansa, en hvar funduð þið þennan skrýtna kall hérna? Í skóginum! Var hann í skóginum? Hvar var hann? Og hann segist að vera stúfur. Þið verður að segja mér hvar Reykjavík því að ég Það er þarna! Þú búin að segja, þú varst að segja. En ég búin að labba í 3 daga þangað. Þá þarf ég bara að snúa við. Já. En ég stræta sem keikur ykkur. Plamp, 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 heyrðist í brúnni. Geitamamma var þyngri en kiðakið, svo að hærra lét í brúnni. Hver að plampa yfir brúna mína? Rumdi í tröllinu. Jæja, ég ætla að reyna að sleppa yfir á þess að tröllið komi. En meðan að ég reyna að koma mér hér yfir brúna, þá ætlum við að skipta yfir í Snæfellsbæ, nánar tiltekið Hellisand, eða það er að segja kirkjuna í Ólafsvík. Það eru strákar, Davíð og Hjörtur, frá Hellisandi sem ætla að flytja frumsamið lag. Fljótt, það komið desember og það komið jól. Því vil ég ekki breyta. Ég tek sýruna upp og byrja að skreita. Það komið jól, því vil ég ekki neita. Búið að fylla pakkana, ég fer strax að leita. Ég get ekki beðið þangað til fer bara rólega að snjóa. Númer 1, ég get ekki beðið til jóla. Skóri komin upp í glugga, hlusta jólalög og svo spila. Ey, dansa kringum jólatréð og svo syngja. Jólavísu, serina komin upp í klikku og svo lýsa. En ég skal segja ykkur eitt, þetta mín jólavísa. Já, ég komin heim, já, ég komin heim, já, ég komin heim í þennan fallega. Já, ég komin heim, já, ég komin heim, já, ég komin heim í þennan fallega jólaheim. Já, í þennan fallega. Úti að renna aðeins of hratt og svo bara búm, ég bara klessi þar. Ískalt, fá mig kakó að drekka. Strax út, fer ég út að renna. Ég má ekki missa af jóladagatalinu, en samt það alla þessa daga. Mér alveg sama þessa pakka. Heilt kór og við syngjum öll saman. Ég býð spenntur, en samt ég orðinn lentur. Bráðum kemur aðfangadagur. Ég vona ég finni þessa litlu möndu, og nú stöndum við á þessari jólajörðu. Á þessi jólajörðu. Já, þá 3, 2, 1. Já, ég komin heim. Já, ég komin heim. Já, ég komin heim í þennan fallega. Já, ég komin heim. Já, ég komin heim. Já, ég komin heim í þennan fallega jólaheim. Það er eiginlega ekkert sem kemur manni meira í jólaskap heldur en góður söngur, nema kannski smákökur eða eitthvað svona. Jú, fullt af hlutum sem komur manni í jólaskap, en söngur er mjög mikilvægur. Og þá er mjög gaman ef að jólalög eru hress og skemmtileg og sungin af fólki sem er líka bara dálítið flippað og skemmtilegt. En það eru einmitt prestarnir 3 sem voru hérna í fyrra og tóku þátt í verkefninu Skaginn syngur inn jólin. Skagamenn hafa verið að syngja inn jólin í fyrra og í ár. Þeir skelltu sér á lag eftir Baggalút og komu ekki bara Akureyringasöngum í jólaskap heldur held ég bara þjóðinni allri.
þetta leyti. Þarna suður frá Í Miðausturlöndum, þar var hún par á ferli. konan kasólétt, Þeim var vandi á höndum. Öll mótelin voru tekin og yfir bóku gisti heimilin. Og þannig byrjaði sagan af því. þegar hann Jesús kom heiminn í. Þau létu fyrir berast Inn í fjárhúsið með ösnum og kindum. En það var ósköp kósí, ekki ósvipað gömlum biblíumyndum. Það kom í heiminn mannkyns von, hinn kunni Jesús K.R. Jósefsson. Hann endaði í ötunni, beint undir Betlehem stjörnunni. Og þannig hljómar nú sagan af því. þegar hann Jesús kom heiminn í. Svo rákin nefið vitringar sem fyrir rælni voru staddir þar. Þeir róðu inn með gras og gull og eitthvað óríenta jurtasurt. Og Jósef sendi SMS og María var bara nokkuð hress. Og barnið lá og snuðið saup með bros á vör og soldin geislabaug. Og þannig endar nú sagan af því. þegar hann Jesús kom heiminn í. Já, þannig hljómaði sagan af því. þegar hann Súsi kom heiminn í. Þið ráðið sjálf hvort þið trúið því. Já, ef þetta kemur mann ekki í jólaskap, hvað gerir það þá? Heyrðu, og hingaði komin hann Þráinn, einmitt einn af söngurunum í síðasta lagi. Þráinn, hvernig viðbrögð fenguðu við laginu í Skæðisingurinn jólin fyrir? Við fengum bara eiginlega geggjuð viðbrögð. Þið sprengduð internetið, eða ekki? Já, svona nánast. Þetta var svona okkar, sko, hvað var það ekki, 15 seconds of fame. Já. Það var þetta moment. En þið fengu nokkuð gigg í kjölfarið og svona? Já, þjóðarblótið og aðeins, já. svona? Við náttúrulega, prestar eru alltaf að gigga, sko. Já, á sinn reyndar, hátt. já, Þú veist, reyndar. en kannski á aðeins öðruvísi en þetta. Hörðu, en talandi gigg, einmitt, Já. þið eru náttúrulega auðvitað, þið eru að koma fram og þið eru að halda viðburði og helgihaldi eru auðvitað bara viðburðir, það er Já. svona fólk að koma saman. Já. Hvernig er bara helgihaldið í ár? Þetta er náttúrulega búið að vera bara mjög svona skrítið og erfitt ár og auðvitað náttúrulega bara stóran hluta af árinu hefur verið lítið sem ekkert helgihald. Ég finn kannski að það sem er að gerast núna, nú er fólk ekki alveg eins tilbúið til að fresta. Og vill fólk meira bara halda sig við það sem búið er að ákveða og bjóða þá bara færra fólki. Eins og í svona brúðkaupum og skírnum og svoleiðis. Já, bjóða færra fólki á Já. þeim forsöndum Já. sem má núna, Já. ekki fresta, já. Og við höfum líka ákveðið það núna, undanfarna mánuði, þá höfum við verið að messa og líka eftir að það fækkaði niður í 50, að þá bara höldum við helgihald á þeim forsöndum. Já, og það ætlaði að gera í ár. Já, við erum sko búin að liggja yfir reglugerðunum núna og lúslesa Skemmtilegt eins og efni, hægt mjög er skemmtilegt mjög efni. skemmtilegt efni. Ég held að það sé fátt í guðfræðináminu sem undirbjó mér enda persi fyrir það en hérna. En við núna jólin að þá verður bara hefðbundi jólahelgihald í kirkjunum. Og kirkjunum verður sem sagt skipt í sóttvarnarhólf. Þannig að við erum ekki að biðja fólk að fara í hraðpróf, en aftur á móti að þá biðjum við fólk að
svona hlýða fyrirmælum starfsfólk þegar það kemur til kirkju. Og það gæti verið að einhver sem kemur alltaf klukkan 6 á aðfangadag og situr alltaf í sama sætinu, gæti kannski lent í því að þurfa að sitja einhvers staðar annars staðar í ár. Já. Þú veist, við viljum líka bjóða upp á þessi jól. Koma saman, gleðjast yfir jólunum, yfir jólabóðskapnum og að finna þessa helgi og já, þú veist, að finna þessa gleði sem jólin gefa. Þú veist, gleðin yfir því að Kristur kom í heiminn. Nú hefur maður sjálfur farið í messu á aðfangadag. Hvernig er að vera presturinn sem er með athöfnina sjálfa á aðfangadag? Finnst þér þetta alveg ómissandi þáttur? Já, það er það eiginlega. Ég reyndar, við náttúrulega erum 3 prestar hérna. Ég er sjálfur ekki að fara að messu á aðfangadag núna. Nei, bara, þú ert ekki... Sem er mjög óvenjulegt og og verður, þú veist, kannski gott bara líka, en á sama tíma þá er messan á aðfangadag, hún er svona magísk, sko, svo ég bara slett smá. Og það er alveg bara, það er dásamlegt að messa jólin. Og það er svo, bara koma í kirkju og finna eftirvæntinguna og gleðina, það er alveg yndislegt. Já, þessi messa er bara eitthvað öðruvísi en aðrar. Algjörlega. En svo segir sko uppáhaldsmessan mín, öllum jólum, það skemmtilega sem ég geri, það er að messa hérna sko miðnættumessuna klukkan 11. Eru á 2? aðfangadag. Það eru 2 messur á aðfangadag. Klukkan 6 og klukkan 11. Já. Og messan klukkan 11 er alveg sérstök. Og þegar þá kemur sko, þá ertu búin að opna pakkan og búin að borða og svona. Fólk kemur alveg svona bara afslappað og bara allir sultur slakir og það er alveg bara yndislegt. Hvert er inntak jólanna? Ég held ég myndi segja, inntak jólanna er það að Guð kom í heiminn. Þú veist, hann tók skrefið til móts við okkur. Það er inntak jólanna. Og það er ekki hægt að finna stærri gleði. Svo í jólunum að þá einhvern undursamlegan og fullkomlega óútskýranlegan hátt að tengjast himinn og jörð. Takk fyrir í kvöld. Ég vona að við höfum komið ykkur í alveg þrusu jólaskap. Við ætlum að enda þáttinn á lagi með henni Ástu Maríu og Hvalfjarðarsveit. Syngur svo fallega fyrir okkur og lokar þessu. Gleðileg jól.